ágætu útskriftarefni, aðstandendur, starfsfólk, 40 ára öldungadeildarstúdentar og aðrir gestir. Fyrir hönd skólans býð ég ykkur velkomin til þessarar brautskráningar-athafnar sem fer fram hér í Ísafjarðarkirkju í dag og einnig streymt á vef Viðbragðsstofu Vestfjarða. Við hefjum þessa athöfn á stuttri yfirferð það sem staðið hefur upp úr starfi skólans á haustun. Menntaskólinn á Ísafirði var settur í 57. sinn þann 19. ágúst síðastliðinn. Daginn áður höfðu 65 nýnemar tekið forskot á sæluna og fengið sérstakar móttökur á nýnemadegi. Alls voru rúmlega 600 nemendur skráðir í nám við skólan á haustun og það sambærilegur fjöldi og á vorun þessa árs, en nokkuð fleiri en annirnar þar á undan. Frá árinu 2023 hefur nemendafjöldi við skólan aukist þriðjung og nemendum í dagskóla fjölgað fjórðung. Á haustun voru nemendur í dagskóla alls 219 og skiptast nokkuð jafnt í bóknám og verknám. Aðrir nemendur stunduðu fjarnám eða lotubundið dreifnám. Aðsókn að heimavist hefur aukist jafnt og þétt síðustu misseri og nú svo komið að öll herbergi heimavistar eru í fullri notkun af nemendum skólans og tvímennt í þó nokkur þeirra. Það vert að fagna aukinni aðsókn í skólan og heimavistina og starfsfólk skólans vinnur að því hörðum höndum 8 daga að sinna þessum fjölbreytta hópi nemenda af alúð. Síðustu ár hefur skapast svo hefð að brjóta upp skólastarfið í byrjun september með hópefli. Í ár voru það MÍ-leikarnir sem haldnir voru í fyrsta sinn. Leikarnir fóru þannig fram að nemendum var skipt handahófskennt í lið sem síðan spreyttu sig á fjölbreyttum þrautum víðsvegar skólan. Það var í höndum kennara og starfsfólks að hanna og undirbúa þrautirnar sem þau gerðu af miklum metnaði. Stemmingin jókst svo þegar liðin mættu með sína eigin fána og búninga sem þau höfðu sjálf hannað. Mikil samkeppni ríkti milli liða en jafnframt var augljóst að gleði og samheldni var það sem skipti mestu máli. Hugmyndin að gera leikana að árlegum viðburði með það markmiði að stuðla að inngildingu og styrkja skólabraginn. Mennta- og barnamálaráðherra Guðmundur Ingi Kristinsson kom í heimsókn í Menntaskólann á Ísafirði ásamt föruneyti mánudaginn 8. september. Í heimsókninni fékk ráðherra að skoða skólann og ræða við starfsfólk. Aðstæður til náms og kennslu í iðn- og verkgreinum vöktu sérstaklega athygli ráðherra en þær eru því miður víða óviðunandi vegna skorts á aðbúnaði og húsnæði. Sem dæmi má nefna að í verknámshúsi MÍ í einu og sama rýminu að finna verklega kennslustofu í vélstjórn, bása fyrir rafiðngreinar, bóklega kennslustofu og nýjan vélahermi. Þessi fjölnýting endurspeglar sveigjanleika og lausnamiðaða hugsun kennara og starfsfólks skólans í þröngum aðstæðum. Það sama á við kennslu í háræðingreinum og húsasmíði sem fer fram í kjallara undir heimavistinni og þar eru aðstæður langt frá því að mæta þeim kröfum sem gerðar eru í dag. Að lokinni skoðanaferð skólann fundaði ráðherra með skólastjórnendum, skólanefnd og fulltrúum úr atvinnulífinu. Þar var rætt opinskátt brýna þörf á byggingu nýs verknámshús en einnig uppsafnaða þörf fyrir auknum fjárframlögum til kaupa á nútímalegum kennslutækjum. Í máli ráðherra og starfsmannaráðuneytisins kom fram mikill vilji til að styðja við uppbyggingu skólans. Áhersla var lögð á að nú væri komið að því að fylgja orðum eftir með aðgerðum og hefja nauðsynlega uppbyggingu. Ráðherra fullvissaði stjórnendur skólans að nýtt verknámshús myndi rísa eins fljótt og hægt væri. Af þeim málum það helst að frétta að unnið eftir framkvæmdaáætlun sem nýlega hefur verið lögð fram og samkvæmt henni munu hönnun og verklegar framkvæmdir standa yfir frá júlí 2026 til maí 2028. Áætlunin gerir ráð fyrir að nýtt verknámshús verði tekið í notkun mitt ár 2028.
Hér auðvitað aðeins áætlun að ræða sem á eflaust eftir að taka einhverjum breytingum en við fögnum hverju skrefi fram á við í þessu stóra verkefni. Stuttu eftir heimsókn ráðherra í september tilkynnti ráðuneytið opinberlega áform sín skipulagsbreytingar á framhaldsskólastiginu. Breytingarnar hafa fengið mikla umfjöllun síðustu vikur og mánuði og ráðherra heimsótti alla framhaldsskóla landsins í þeim tilgangi að eiga samtal við starfsfólk breytingarnar. Við í Menntaskólanum á Ísafirði fengum því aftur heimsókn frá ráðherra og hans starfsfólki í nóvember. Bundnar voru vonir við að ráðherra svaraði fjölmörgum spurningum sem brunnu á starfsfólki skólans varða skipulagsbreytingarnar. En þær virðast því miður vera skammt á veg komnar í undirbúningi, svo lítið var svör og töluverð óvissa enn það hvað nákvæmlega bíður okkar í þeim efnum. Við látum þó ekki deigan síga, heldur höldum ótrauð áfram með okkar markmið að efla góðan skóla á traustum grunni. Nemendur og kennarar í MÍ hafa verið ötulir við að fara í vettvangsferðir og heimsóknir á önninni. Nemendur á starfsbraut heimsóttu til að mynda Einarshús og Hornstrandastofu. Vélstjórnarnemar fengu að kynnast vélarrúmi skemmtiferðaskipsins Emerald Princess og skoðuðu einnig skuttogarann Pál Pálsson. Rafvirkjanemar heimsóttu bæði Fossavaðsvirkjun og Mjólkárvirkjun og þá heimsóttu nemendur í áfanga tölvur og nettækni tölvufyrirtæki Snerpu og sögunemar fóru í menningarferð í Kómedíuleikhúsið í Haukadal. Vettvangsferðir sem þessar eru mikilvægur hluti á skólastarfi þar sem þær tengja námið við atvinnuhætti og raunaðstæður. Hvarvetna var nemendum vel tekið og viljum við nýta þetta tækifæri til að þakka gott samstarf skólans við fyrirtæki og stofnanir í nærsamfélaginu. Slíkt samstarf ekki síst mikilvægt fyrir nemendur í verknámi. Á nýliðnu mannvirkjaþingi Samtaka iðnaðarins sat Heiðrún Tryggvadóttir skólameistari í pallborði áskoranir í iðnmenntun. Þar var meðal annars rætt hvernig efla megi tengsl skóla og fyrirtækja, aðgengi ungmenna að iðnnámi og mikilvægi þess að menntakerfið styðji betur við fjölbreyttar starfsleiðir. Mannvirkjaþingið vettvangur þar sem menntastofnanir, stjórnvöld og atvinnulíf koma saman og ræða sameiginlegar áskoranir og var framlag Menntaskólans á Ísafirði þar mikilvægt. Nú í haust fór í fyrsta sinn fram verklegt nám í múraraiðn. Hópur nemenda hefur stundað nám í iðngreininni síðan á vorin, fyrst í bóklegum áföngum og nú í september var útbúin aðstaða til verklegrar kennslu í leiguhúsnæði í Sindragötu. Þar leiðir Hermann Þorsteinsson kennari og múrarameistari nemendur inn í helstu verkþætti, öryggi og vinnubrögð. Og alls eru 9 nemendur sem sækja sér nú þessa menntun í heimabyggð. Af námsframboði skólans má einnig nefna að nám á vélstjórnarstigi B nú aftur í boði við skólann eftir nokkur ára hlé og það mikið ánægjuefni. Í fyrsta sinn stendur svo nemendum í grunnnámi rafiðna til boða að ljúka rafvirkjanámi við Menntaskólann á Ísafirði og 4 rafvirkjar munu útskrifast í vor að öllu óbreyttu. Nokkurt skeið hefur staðið yfir undirbúningur fyrir uppsetningu á sólarsellum við bóknámshús MÍ. Þar að ræða samstarfsverkefni skólans, Bláma og Orkubús Vestfjarða. Verkefnið hlaut veglegan skólaþróunarstyrk á vormánuðum 2024 og hafa nemendur og kennarar meðal annars unnið að því að steypa undirstöður og smíða festingar. Á haustdögum var verkefnið valið í sérstakt kynningarmyndband frá Miðstöð menntunar og skólaþjónustu sem dæmi vel heppnaða skólaþróun. Það hillir undir að sellurnar verði brátt tengdar og farnar að framleiða rafmagn vonandi á næstu mánuðum þegar sól tekur að hækka á lofti á ný. Þá mun verkefnið halda áfram þar sem markmiðið að auka þekkingu og skilning nemenda á orkuframleiðslu og hvernig hægt að nýta mismunandi orkugjafa til að draga úr losun, umhverfisáhrifum og kostnaði. Með þverfaglegri nálgun innan skólans mun einnig skapast vettvangur til að samþætta námsgreinar og tengja saman nemendur úr ólíkum námsgreinum. Sellurnar sjálfar og upplýsingaskilti þær verða staðsett á áberandi stað í augsýn gangandi vegfarenda og nýtast vonandi sem lærdómstækifæri fyrir fleiri en nemendur skólans.
Skólafundur haustannar var haldinn í nóvember og var yfirskrift hans að þessu sinni menntun skiptir máli. Á fundinum voru sýnd innslög frá fyrrverandi nemendum skólans sem lýstu reynslu sinni eftir útskrift og deildu gagnlegum ráðum til núverandi nemenda. Að því loknu fóru fram pallborðsumræður þar sem núverandi og fyrrverandi nemendur sögðu frá sinni reynslu af námi, ræddu mikilvægi náms og hvaða áhrif menntun hefur á framtíð einstaklinga. Nemendur tóku virkan þátt í fundinum með spurningum bæði úr sal og rafrænt og sköpuðust líflegar umræður. Skólafundir eru jafnan haldnir einu sinni og enn og gefa gott tækifæri til að ræða sameiginlega málefni varða skólastarfið. Nemendafélag Menntaskólans á Ísafirði hefur ekki setið auðum höndum á önninni. Haldinn var glæsilegur fullveldisfögnuður í lok nóvember, þar sem dagskráin var fjölbreytt og metnaðarfull og margir frábærir listamenn stigu á svið. Skapaðist einstaklega hátíðleg og skemmtileg stemming enda viðburðurinn einn af hápunktunum í félagslífi nemenda. Fjölmargt fleira hefur á döfinni í félagslífinu, til að mynda hrekkjavökuvika, jólavika og kaffihúsakvöld, svo eitthvað sé nefnt. Þá hefur fengið nokkra góða gesti með fræðslu í haust og má þar nefna fulltrúa frá Ástráði, kynfræðslufélagi læknanema, Elínu Vigdísi Guðmundsdóttur með fræðslu frá samtökum átröskun og í október komu Píeta-samtökin í Gryfjuna með fræðslu fyrir alla nemendur og starfsfólk. Nýnemar hafa einnig fengið góðar heimsóknir frá lögreglu, Rauða krossinum og björgunarsveitinni og við þökkum öllum þessum aðilum kærlega fyrir þeirra framlag. Í Menntaskólanum á Ísafirði var nýlega úthlutaður styrkur úr þróunarsjóði innflytjendamála. Styrknum er ætlað að efla enn frekar verkefnið Gefum íslensku séns í MÍ sem snýst að skapa jákvætt og hvetjandi umhverfi fyrir íslenskunám. Styrkurinn gerir skólanum kleift að þróa verkefni áfram og auka þannig íslenskukunnáttu og félagsfærni nemenda. Við höfum einnig nýlega hafið samstarf við Tækniskólann nýtt verkefni sem ber heitið Íslenskumót, tenging, tungumál og tækifæri. Þar er ætlunin að skapa vettvang þar sem nemendur læra hver á öðrum, auka skilning á íslensku samfélagi og byggja upp varanleg tengsl milli skólanna. Þetta samstarfsverkefni hefur líka fengið veglegan styrk sem tilkynnt var nú fyrir nokkrum dögum. Sá styrkur kemur frá mennta- og barnamálaráðuneytinu og markmiðið er enn fremur að efla íslenskukunnáttu, sjálfstraust og félagsleg tengsl nemenda með fjölbreyttan menningar- og tungumálabakgrunn. Kennarar og starfsfólk munu einnig taka þátt í verkefninu og nýta það til að þróa kennsluhætti og efla faglegt net íslenskukennslu og inngildingu í menntakerfinu. Í Menntaskólanum á Ísafirði erum við svo heppin að hafa afar hæfan og fjölbreyttan hóp starfsmanna við störf. Mannauðsmálum er gert hátt undir höfði og hefur skólinn hlotið viðurkenningu HR Monitor 3. árið í röð fyrir að vera mannauðshugsandi vinnustaður. Það er þó þannig að starfsfólk kemur og fer eins og gengur og nú í lok haustannar láta 2 kennarar af störfum. Annars vegar er það Sigríður Gísladóttir sem hefur sinnt kennslu og stýrt verkefnum við skólann frá vori 2023 og hins vegar Væta Brætsjónæti sem kennt hefur íslensku sem annað mál frá hausti 2024. Við þökkum Sigríði og Vætu fyrir samstarfið og óskum þeim velfarnar á nýjum vettvangi. Við í MÍ göngum nú inn í nýtt ár og nýja önn í skólastarfinu með bjartsýni að leiðarljósi og eldmóð fyrir góðum skóla. Í Menntaskólanum á Ísafirði starfar frábært starfsfólk við að sinna fjölbreyttum og öflugum hópi nemenda og þar leggjum við öll okkar á mörkum við framþróun og vöxt skólans. Saman höldum við áfram að gera góðan skóla enn betri til hagsbóta fyrir okkur öll sem hér búum og framtíð Vestfjarða. Skýrslu haustannar er þá lokið og við ætlum að fá að hlýða næst á tónlistaratriði frá Tónlistarskóla Ísafjarðar. Það er Vésteinn Guðjónsson, nemandi í MÍ sem leikur á fiðlu, konsert í A-moll eftir Vivaldi og með honum leikur Judy Tobin á píanó.
Við þökkum Vésteini og Judy kærlega fyrir þennan fallega flutning, en það komið að brautskráningu og afhendingu verðlauna. Ég bið þær Ernu Sigrúnu Jónsdóttur námsráðgjafa og Mörtu Kristínu Pálmadóttur áfanga og fjarnámsstjóra að koma hér upp og taka þátt í brautskráningunni með mér. Í dag brautskráum við 20 nemendur á 6 námsbrautum. Af útskriftarnemum eru 2 dagskólanemendur, 4 dreifnámsnemendur og 14 nemendur í fjarnámi sem eru með Menntaskólann á Ísafirði sem heimaskóla. 3 nemendur útskrifast af sjúkraliðabraut, 1 nemandi útskrifast af sjúkraliðabrú, 2 nemendur útskrifast af stálsmíðabraut og 16 nemendur útskrifast með stúdentspróf. 12 nemendur af opinni stúdentsbraut, 1 nemandi af opinni stúdentsbraut í íþróttasviði og 2 nemendur með stúdentspróf af fagbraut. Af þessum útskriftarefnum eru 12 þeirra viðstödd hér í dag. Alexander Húni Magnússon lýkur námi á stálsmíðabraut og stúdentsprófi af fagbraut. Alexander Húni fær gjöf frá Járniðnaðarmannafélagi Ísafjarðar. Auður Þorgerður Hjaltalín Jónsdóttir lýkur námi af sjúkraliðabrú. Auður Þorgerður fær góðar kveðjur og rós frá Sjúkraliðafélagi Vestfjarða. Árný Rós Gísladóttir lýkur stúdentsprófi af fagbraut. Hulda Sigríður Friðfinnsdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Hulda Sigríður fær verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir hæstu meðalengun á jólaútskrift. Kamil Svanberg Bokhra, stúdent af opinni stúdentsbraut í íþróttasviði. Marja Kósak lýkur námi af sjúkraliðabraut. Marja fær góðar kveðjur og rós frá Sjúkraliðafélagi Vestfjarða og Nýja testamentið að gjöf frá Gideonfélaginu. Sandra María Valsdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Sigrún Aðalheiður Aradóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Sigrún Aðalheiður fær verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir góðan námsárangur í umhverfis- og áttafræði. Sigrún Aðalheiður fær einnig verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir góðan námsárangur í íslensku og íslenskum bókmenntum. Verðlaunin gefin af Sigurði Óla Rúnarssyni til minningar Ölmu Guðrúnu Frímannsdóttur. Sæmundur Þór Hauksson, stúdent af opinni stúdentsbraut.
Sæunn Líf Kristofsdóttir, stúdent af opinni stúdentbraut. Tanja Kristín Ragnarsdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Tanja Kristín fær verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir góðan námsárangur í dönsku. Gefandi verðlaunanna er danska sendiráðið á Íslandi. Tekla Þorláksdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Auk þess útskrifast eftirfarandi nemendur sem ekki eru viðstaddir hér í dag. Agnes Mist Flósadóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Amy Melissa Reynisdóttir, hún lýkur námi af sjúkraliða braut. Heba Guðrún Nílsen, stúdent af opinni stúdentsbraut. Heiðar Smári Haraldsson, lýkur námi af stálsmiðabraut. Hjördís Rósa Sál Ernisdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Katla María Magdalena Sæmundsdóttir, lýkur námi af sjúkraliða braut. Kristrún Rut Rúnarsdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Sveinn Aðalbergsson, stúdent af opinni stúdentsbraut. Og þá komum við á stundinni. Þá mega útskriftarnemendur setja upp húfurnar sínar. Þið megið koma hérna upp og taka myndir fyrir svör. Það er smá hlé í myndatöku. Þið megið koma hérna nær ef þið viljið. Þá er afhendingu útskriftarskírteina lokið og biðja útskriftarnemendur að fá sér sæti. Og þá komum við að næsta tónlistaratriði og það er lagið Er líða fyrir jólum eftir Gunnar Þórðarsson og í útsetningu Vilbergs Viggorssonar og það eru Matthilda Makelli, Guðrún Hrafnhildur Steinþórsdóttir og Jökull Eydal sem ætla að flytja.
Við þökkum þeim Jökli, Guðrúnu, Hrafnhildi og Matthildu kærlega fyrir þennan flutning. Það er nú ekki oft sem að maður fær að heyra þríhent spilað á píanó. En kæru útskriftarnemendur, til hamingju með daginn, til hamingju með áfangan. Í dag er runnin upp langþráð stund þegar þið fáið að njóta afraksturs undanfarna námsára hér í skólanum. Útskrift er alltaf tímamót, en jólaútskrift hefur sérstakan blæ. Hún á sér stað á árstíma þar sem við hægjum á okkur, lítum yfir farin veg og horfum fram á við. Og það er einmitt það sem útskriftarnemendur gera við útskrift þegar þeir standa bæði á endapunkti og upphafsreit í senn. Þið sem útskrifist hér í dag eru fjölbreyttur hópur. Þið hafa farið ólíka leiðir í gegnum námið. Sumar leiðir voru beinar, aðrar hlykkjóttar. Sum ykkar hófu nám ung, önnur síðar á lífsleiðinni. Sum sameinuðu nám og vinnu, fjölskyldulífi eða aðrar skuldbindingar. Sum ykkar þurfti að staldra við, taka hlé og halda síðan áfram. Engin leið var eins og það er þannig með nám að það er engin ein leið svo rétta. Þetta höfum við í Menntaskólanum á Ísafirði vitað lengi, því skólinn er vettvangur þar sem fólk með ólíkan bakgrunn, reynslu og sýn mætist og við viljum hafa rými fyrir ólíkar aðstæður, ólíkan aldur og ólíka sýn. Sú fjölbreytni er okkar styrkur. En í dag er líka annað tilefni til að fagna þegar við fögnum 40 ára útskriftarafmæli stúdenta úr fyrsta öldungadeildarhópi skólans. Stór hópur eða 26 nemendur hófu nám í öldungadeild skólans á haustdögum árið 1981. 7 úr þeim hópi útskrifuðust frá skólanum 15. desember 1985. Hópurinn lagði ýmislegt á sig í náminu. Í honum voru til dæmis nokkrar konur úr Bolungarvík sem létu vont veður ekki hefta för sínum á ósliðina og gengu meira að segja svo langt að koma með bát í einni ófærðinni. Í hópnum voru líka nokkrar húsmæður sem fóru fram á það við stjórnendur skólans að fá heimilisstörf sín metin til jafns við matreiðslunámskeið. Því var hafnað. En samþykkt var að þær mættu taka stöðupróf í matreiðslu. Líklega er þetta fyrsta og eina stöðuprófi í matreiðslu sem hefur verið haldið við skólan, en sögunni fylgir að allir nemendur hafi staðist prófið. Það má því segja að þessi fyrsti öldungadeildarhópur skólans hafi rutt brautina fyrir fullorðna nemendur innan skólans og þannig breytt sögu hans. En þessi hluti af sögu skólans er mér líka persónulega kær. Ég var 12 ára þegar fyrstu nemendur öldungadeildarinnar útskrifuðust og einn þeirra var móðir mín. Ég man ekki endilega eftir öllum smáatriðum útskriftardagsins, en ég man eftir stolti, gleði og þeirri tilfinningu að eitthvað mikilvægt hefði átt sér stað. Mamma hafði lagt á sig mikla vinnu samhliða fjölskyldulífi og ábyrgð og útskriftin var áminningu að menntun er ekki bundin við aldur, heldur við kjark og seiglu. Ég ætla reyndar að viðurkenna það hér að ég hef aldrei alveg skilið hvernig hún náði fyrrnefndu stöðuprófi í matreiðslu, því ég hef aldrei smakkað eins vonda kleinur á ævinni og hún steikti í prófinu. En þessi áminning að menntun er ekki bundin við aldur heldur kjark og seiglu er hugsun sem hefur fylgt mér æ síðan og hún lifir áfram í skólastarfinu í dag og birtist í þeirri fjölbreytni sem við sjáum hér í kirkjunni í dag, í ykkur kæru útskriftarnemendur og í þeirri sannfæringu að menntun eigi að vera fyrir alla. Kæru útskriftarnemar, þið sem útskrifist hér í dag hafa nú fengið það dýrmæta tækifæri að mennta ykkur. Og nú er ykkar að láta þekkinguna nýtast og vaxa. Hér hafið þið lært að læra, að takast á við verkefni sem virðast flókin í fyrstu, að gefast ekki upp þó eitthvað reynist erfitt, að vinna með öðrum, hlusta, setja ykkur markmið og axla ábyrgð. Héðan takið þið með ykkur þekkingu, færni og reynslu af því að takast á við áskoranir.
Heimurinn sem býður ykkur er flókinn, síbreytilegur og oft krefjandi, en hann þarfnast einmitt fólks eins og ykkar, fólks sem kann að læra, endurmeta, sína seiglu og samkennd. Þessi hæfni mun nýtast ykkur langt út fyrir veggi skólans. Hún nýtist þeim ykkar sem haldi áfram í frekara nám, þeim sem stíga inn á vinnumarkaðinn og líka þeim sem eru enn að ákveða næstu skref. Í heimi sem breytist hratt er einmitt þessi geta að aðlagast, læra eitthvað nýtt og endurmeta eins og dýrmætasta sem til er. Jólin minna okkur að gildi samkenndar, hlýju og vonar. Þau minna okkur líka á að það sem skiptir mestu máli er ekki alltaf það sem mælist í einkunnum, heldur það sem við gerum með þekkingu okkar og hæfni. Notið menntun ykkar og þekkingu til að skapa tækifæri fyrir ykkur sjálf og fyrir aðra. Verið óhrædd við að taka ábyrgð og stígið upp þegar á þarf að halda. Ágætu útskriftarnemar, það er komið að kveðjustund og við slík tímamót eru tilfinningarnar oft blendnar. Við í Menntaskólanum á Ísafirði höfum notið samfylgdarinnar með ykkur og lítum svo á að við eigum hluti í ykkur eins og fjölskyldur ykkar og vinir sem samfagna ykkur í dag. Fyrir hönd skólans og starfsfólks óska ég ykkur, fjölskyldum ykkur ástunum til hamingju. Ég vona og ég veit að þið muni vaxa og eflast við hverja áskorun sem þið takist á við með það veganesti sem þið hafi fengið í skólanum. Það er komið að lokum þessara brautskráningarrathafnar. Okkur langar nú að bjóða ykkur inn í safnaðarheimili hér við hliðina, þar sem við getum fengið okkur kaffi og konfekt og notið þessara útskriftarstundar aðeins lengur. Mér langar að þakka samstjórnendum mínum og starfsfólki sem koma að undirbúningi athafnarinnar fyrir samstarfið. Öllum sem hér eru þakka ég kærlega fyrir komuna og fyrir hönd Menntaskólans á Ísafirði óska ég ykkur gleðilegra jóla. Brautskráningarrathöfninni er hér með lokið.